Það eru bara 3 dagar í stóru stundin á laugardaginn og við erum að gera tilraun hér í borginni til þess að hitta fólk og spyrja hvað því finnst kosningarnar og kannski fá við upp úr sumum hvað þeir ætla að gera. Hvað heitir þú, félagi? Ég heiti Jón. Þú heitir Jón? Já. En svo er nú bara þykir gott íslenskt nafn. Mjög gott, einfalt nafn. Einfalt nafn. Hvað hefur þið fundist svona þessa baráttu sem hefur verið háð hérna á Íslandi undanfarið? Við erum með já-hreyfinguna, við erum með nei-hreyfinguna, við erum með töluverða fjölmiðlaumræðu. Hvernig svona finnst þér að við höfum sem samfélag staðið okkur í að upplýsa almenning út á hvað þessi kosning gengur á laugardaginn? Upplýsingin er mjög léleg. Hún er léleg? Mjög léleg. Já. Og hjá mér ég segi bara nei. Þú segir nei? Já. Og þegar þú segir að upplýsingin sé léleg, hvað finnst þér að hefði þurft að vera betra? Til hvers þarf að kjósa þess að skoða í einhvern pakka? Já. Til hvers? Já. Það er eitthvað búið að bogið við þetta sko, finnst mér. Það er eitthvað bogið við þetta? Já. Fiskur undir steini? Já, ég meina, veist, til hvers fara fólki að kjósa? Já. Til þess að opna einhverja möppu til þess að skoða hvað er í henni. Já. Ég sé bara ekki alveg samhengi þarna sko. Finnst þér hafi verið næg umræða svona hálfu fjölmiðla þetta? Já, ég er búið að tala alveg helling þetta sko, alveg í hringi sko. Í hringi? Algjörlega. Já. Það er búið að rugla fólki í riminni líka sko, algjörlega. Já, búið að rugla fólk? Já, algjörlega. Það er líka talað að það sé mikil átök inn í vinahópum, fjölskyldum og svona. Eru flestir neyjarar í kringu þig? Já, það er nokkuð margir, já. Já, en hvað þegar þið hitti Jáara og hann er vinur þinn og svona farið að rífast? Nei, við erum ekkert að ræða þetta neitt sko, við erum ekkert að fara að rífast neitt sko, það er bara hver er með sína skoðun bara, það er bara þannig. Er það kannski eina leiðin til þess að losna við rífildin, það er bara að ræða þetta ekki þegar maður hittir fólk sem er á öndverðu með þig? Nei, eins og ég segi, eins og þetta kemur núna út, þá bara kemur til ljós hvað verður. Já. En ég bara er ekki tilbúinn að taka þátt í þessu. En nú hefur séð að skoðanakannanir eru mjög, þetta er mjög tvísýnt úrslit. Lítill munur og já og nei-hreyfingunni. Já, maður er búinn að heyra það. Hvernig heldur þetta fari á laugardaginn? Hvort svarið heldur að verið ofan? Það er mjög lítill munur. Ég get ekki sett þetta í brósin, það er mjög lítill munur. Já. Frekar lítill. Heldur að neyjarar verið duglegir að mæta eins og sumir telja á kjörstað? Ég veist maður verið ágætis kosning sko. Já. Ég held að það sé alveg á hreinu sko. Já. En ef það kemur já, hvernig munum þið þá líða á sunnudaginn? Ég? Já. Ég held bara áfram að vinna sko, ég verð ekkert veikur sko. Nei, einmitt. Ég fæ ekkert hausverk sko. Nei, það fest hvorki himinn né jörð? Nei. Og engin vinslit orðið? Nei. Þetta er vinslit, hvað rugl er þetta? Ég spyr vegna að ég hitti fólk sem segir bara raunverulega hafi orðið vinslit. Það ætla bara að hitta kunninga sína. Það er bara einn maður í heitapottinum í Vesturbæjarlaug sem heldur því fram að hann hafi misst 2 vinni. Já, ok. Já, æðislegt. Það er flott hjá honum. En gaman að hitta þig, Jón. Já, það var Þakka þér fyrir að gefa þér smá tíma til að spjalla við okkur. Það var ekki vandamáli. Hvað heitir þú? Sigurður. Og hvað finnst þér kosningun á laugardaginn? Það er búið að vera alls konar læti í samfélaginu, mikill hávaði segja sumir, en menn eru ekki eitt sáttir. Hvernig hefur þú upplifað þetta? Svona, ég var nú búinn að ákveða mig bara eiginlega strax þegar þetta kom fram, þannig að það hefur ekkert svona haft áhrif á mig neitt. Gefurðu upp hvað þú ætlar að segja? Já, ég ætla að segja nei. Þú ætlar að segja nei? Var það einhvern veginn eitthvað sem ákveðst bara strax? Já, strax. Já. Þannig að fjölmiðlar eða umræðin hefur ekki haft neinn áhrif á þig? Nei, mér fannst bara einhvern veginn okkur að fara í þetta núna, það er ýmislegt að hérna. Tímasetningin vitlaus? Já, mjög vitlaus. En geturðu rökstutt fyrir okkur af hverju þú segir nei? Ég myndi segja svona svolítið vantraust á sem sé Evrópusambandið. Já. Svona myndi kannski sækja svolítið á þegar framleiða stundir sko. Já. Það er þetta svona sem er eiginlega aðalatriðið. Já. Gefurðu þá ekkert fyrir þann málflutning að vantraustið á Evrópusambandið það gæti orðið málið í næstu kosningu ef við segjum já að núna séum við rauninni ekkert að ræða vantraust á Evrópusambandið heldur bara... Jú, svo er það líka sko. Það er það líka sko. Það er hiti í fjölskyldunni hjá þér? Engin umræða? Engin rifrildi á vinnustæðunum eða neitt? Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Mér finnst það svolítið útblásið sko. Er það? Já, þetta er eins og hann sagði í útvarpinu í morgun, þetta er 20-30 manna hópur. Sem stendur fyrir þessum hávaða. Já, er þetta bara 20-30? Ég er kannski hluta af þessum 20-30 því mér finnst nefnilega svolítið hávaði kringum mig. Já, það er...
Nei. Hvað heitir það þarna á, ég held að sé á RÚV 2. Já. Svona kemur oft með hnyttnar ábendingar, ég man ekki hvað hann heitir. Ok. Og hann sagði, ég held að það sé svolítið til í því sem hann segir, sko. Já. Þetta svolítið hérna hjá okkur að þetta tiltölulega fámennur hópur sem með svona hávaðalæti. Kannski. Ekki bara í þessu, heldur mörgu öðru. Já, einmitt. En hvernig heldur þetta fari? Nú eru skoðanakannanir Ég held að Nei sé að vinna á, sko. Já, þú heldur það? Já, það Sumir segja líka að Nei sé líklega til þess að skila sér á kjörstað. Það er svona... Það gæti verið. Það gæti verið. Þú ætlar allavega að skila þér á kjörstað? Já, ég ætla að gera það. En hvað gerurðu að það kemur já? Það bara tekið því, það er ekkert því að gera. Allt rólegt? Já, og þá bara vegur maður á metur þegar að því kemur að hvernig samningarnir er. Já. Það er ekkert annað að ræða, sko. Er þetta lýðræðisveisla að fá að kjósa á laugardaginn eða er þetta tómt vesen að sumarið hafi farið í þetta? Já, mörgu leyti finnst mér það, já. Við gerðum þetta ekki á réttum tíma. Ekki á réttum tíma. Það verður betra að fara í þetta næsta vor. Já. Held ég, sko. Það er akkur að fara í þetta akkurat núna, svona stuttu eftir kosningar, sko. Góðan daginn, hver er maðurinn? Vilberg heiti ég. Sæll Vilberg. Ég var að velta því fyrir mér, hvað finnst þér um kosninguna á laugardaginn, Evrópukosninguna? Mér líst bara ekkert á hana. Þér líst ekkert á hana? Nei, ég held að við séum bara betur stödd sko utan Evrópusambandsins. Já. Við getum notað þessa 8 milljarða sem fara í það borga þar inn frekar að nota í heilbrigðiskerfið og okkur vantar fé þangað. Já. Það er stærsti plúsinn. Þú ætlar að segja nei? Ég segi nei, alveg örugt. En hvað segir við þá sem að segja að sko, þessir 8 milljarðar sem þú nefnir séu bara dropi í hafið með stöðuleika í efnahagskerfinu og lægri vöxtum og svona, þá þarftu nú fljótur að fá fleiri milljarða inn heldur en þú varst að nefna út? Hvert land fyrir sig í Evrópu hefur sitt sko, bankakerfi og sko, vexti og annað, þannig að ég efast að lækki hér eitthvað. Meina, ef ríkisstjórnin sem hafi verið hérna undanfarin ár eftir hrun, okkur settur ekki bara lög hámark á vexti á húsnæðiskerfi. Meina, ég veit að í Þýskalandi þá, bara út í þekki til þar, þá ferur samtal frá bankanum ef vextina hækka 0,15%. Hvernig heldur að bankin væri hér og hann væri alltaf að hafa sambandi við alla sína kuna í öllum hækkunum? Það væri svolítið spes. Ég hef svolítið verið að ræða við fyrri viðmælendur hvort þeir hafi upplifað einhvern hita og átök og jafnvel vinslit og leiðindi í tengslu við þessa kosningu sem að sumir segja mikið tilfinningamál. Hvernig hefur það verið hjá þér og í þínu umhverfi? Það er engin hitamál, sko, en ég veit að bróðir minn segir já. Hann heldur að sko, vextinni lækki og það verður allt annað líf að lifa hérna. Ég bara trúi því ekki. Ég held að þetta verður bara þveröfugt. Þetta hefur engin áhrif á samband ykkar bræðra? Nei. Það er, guð minn góður, nei. Það verður bara gaman að spjalla og knýta aðeins. En ef það kemur já upp úr kútnum því þetta er mjög spennandi, það er engin leið að spá fyrir hvernig þetta verður. Þetta er mjög svona jafnt. Já, þá getur vel verið að við erum eftir að fella samning í kosningu á eftir. En ef það eru 2 já í röð, hvaða ágalla óttastu helst á okkar samfélagsbreytingum? Já, ég fæ ekki að vera á bílnum mínu lengur þá. Fær ekki að vera á bílnum þér útskýra það aðeins betur fyrir mig? Já, hann er bara breyttur. Hann er breyttur? Já. Þannig að það er einhver sér íslensk reglugerð sem heimilar það að hér geta bílar verið breyttir? Þú mátt ekki stækka, ef þú ert á fólksbíl, mátt ekki eins og við gerum hér á landi, þá setjum við aðeins stærri dekk á veturnar heldur en sumrin. Það er bara stranglega bannað, þá er bílinn kyrrsettur. Ertu viss að við myndum ekki fá einhverja undanþágur með tilliti til veðuraðstæðna? Sko... Þetta er ágiskun hjá þér. Það er sko... Evrópusambandið hefur aldrei gefið sko óútfylltan tékka á eitthvað svona. Nei. Á einhverja undanþágur. Það er alltaf verið einhvern ákveðin bara tímamót og eftir það þá dettur það út. Starfið mitt er nánast dottið upp fyrir á Íslandi út af Evrópusambandinu. Nú, hvert er starfið þitt? Bílasmiður.
Ég smíðaði rútur, en ef við förum í Evrópusambandið, þegar við smíðum skilum einn teikningu á hverjum bíl, þá þurfum við að smíða 5 bíla og henda 4 í próf, alls konar próf og fá einn. Það er enginn að fara að kaupa bíl, eina rútu upp á fleiri 100 milljónir. Þannig að það er... En það eru nokkur ár síðan ég hætti að smíða. Þetta er bara, já, ég veit ekki hvernig fer, hvort að við, eins og við höfum verið að gera í mörgum bílum hér á landi, þá skiptum við vélar, setjum stærri vélar og ýmislegt svona dótar í. Þetta verður allt, ég er hræddur að þetta verður allt bannað. Þá er bílinn ekki orginal. Ekki hannaður svona sko, út af því að það er allt sem á að vera ónýtt sem er hannað öðruvísi. Þannig að það er margt í mörgu. Já. En af því að við erum nú hérna fyrir framan Múlakaffi og þú varst að fá þér í songin. Já. Þannig að loka spurning, hvernig er maturinn hérna? Hann er alveg sjúklega góður. Hann er sjúklega góður. Já. Maður kemur nokkur sem hingað alltaf. Já. Og eru mennarnir inni núna að ræða Evrópumálin? Örugglega einhverjir. Já. Alveg öruggt, það er bara... Já, okkur ekki. Já, en þú léstu ekki trufla þína matarlist? Nei. Það er sko... maður verður bara að virða álit annarra. Já. Það er... Sko, til guðslöku eru yfir mennskan að við getum alveg sko hver og einn verið með sitt álit og sína manndjarn. Þannig að það var ljóti andskotinu var öll eins. Þetta er mjög þroska viðhorf hjá þér. Maður hittir nú ekki hérna, það er ekki allir sem maður hittir sem að deila þessu viðhorfi. Nei, reyndar ekki, því miður. Menn eru allt of mikið fyrir það að hans stefna á að virka en ekki hinn. Já. En við erum bara mennsk og við höfum okkar. Já. Þannig að við verðum bara að hafa það, svona þannig. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Góðan daginn, hvað heitir þú? Þorsteinn Steingrímsson heiti ég. Þorsteinn Steingrímsson. Þú búinn að ákveða hvað ætlar að gera á laugardaginn, segja já eða nei? Ég ætla að segja nei. Þú ætlar að segja nei? Já. Eru þið allir sem eru hérna á Múlakaffi bara sammála það að segja nei? Nei, það er það nú ekki. Ég hef gert skoðanakannanir hérna inni. Það hefur sveiflast dálítið. Já, það hefur gert það. En hérna, ástæðan fyrir maður við þessi gömlu refir segjum nei. Já. Er að við náttúrulega þekkjum bara lífið og tilveruna betur heldur en til dæmis Ylva. Hérna. og náttúrulega við vitum að við þurfum að sleppa svo miklu, við bara erum að sleppa stjórnkerfi landsins, sko. Er það? Já, hvað ætlar að gera ef þú gengur í Evrópusambandið? Já. Dómskerfið og allt er bara hrunið. Hrunið? Já, þannig lagað sé, sko, við erum hættir að hafa einræði yfir því, sko. Já. Ertu nokkuð sjálfstæðismaður? Nei. Hérna sjálfstæðismenn hérna á Íslandi, þeir hafa alltaf kappkostað að hafa dómsmálaráðherra til þess að geta ráðið endanlegri niðurstöðu í öllum málum. Já, ég hef oft heyrt á það. Þannig að það er svona spurning það, sko, hvort þú vilt hafa sami evrópska dómstóla eða bara sjálfstæðisflokkinn. Ég vil halda þessu hérna inni, gleymdu því ekki, sko, ég er það gamall að sjálfstæðisflokkurinn var flokkur verkamannsins í gamla daga. Já. Og hann hefur bara farið af leið og þess vegna, það þú spurðir, kýstu sjálfstæðisflokkinn, þess vegna hef ég ekki kosið hann í mörg ár. Nei. Þetta er orðin, þetta er ekki orðið flokkur fólksins eins og var. Já, einmitt. Þegar verkamenn voru á lista og voru málsvarar lítilmagnans, sko. Einmitt. Þannig var náttúrulega bara sjálfstæðisflokkurinn, sko. Já, þú ert ekki lengur heima í honum. Nei, en maður veit ekki hvort að sé hægt að snúa hann og ég held að hljótu nú að vakna. Já, það er allavega ljóst að þú ert ekki í klofningsbrotinu sem færði sig yfir í Viðreisn. Nei. Þú ert enn fjær þeim. Og ekki heldur í Miðflokkinn, sko. Nei, og ekki heldur, já. Nei, En þú ert búinn að vera svolítið munaðarlaus með atkvæðið þitt undanfarið. Já, ég læt það nú vera, sko, maður hérna kýst nú stundum bara niður fyrir sig, sko. Já, ok. Til þess að verja lítilmagnan. Já, einmitt.
En þú ert alveg ákveðin hvað þú gerir á laugardaginn. Já. Er það yfirleitt þannig svona í kringu þig finnst þér að hérna, til dæmis bara þegar þú horfir til þeirra fjölskyldu eða vina eitthvað svoleiðis? Já, mér finnst það alveg skiptast bara eftir aldri. Já. Og hérna inni náttúrulega töluvert mikið af eldra fólki, allavega fólki, sko, verkamenn og lögfræðingar og allur skrambinn, en hérna, mér finnst þetta vera mjög aldurstengt, sko. Já, akkurat. Mér finnst það. En þú sagði mér áðan að þú hefði gert svona skoðanakannanir óformlega hérna inni. Já. Og stundum varu í árar og það þá semst yngra fólk. Já, það yngra fólk. Akkurat. Já. Sem mikið minna af náttúrulega hérna, sko. Já. En ég búinn að borða hérna í 37,5 ár, sko. Alltaf á þessu borði, þannig að... Já, það? Já. Hvað var í matinn í dag? Núna borðaði ég plokkfisk, æðislega góðan. Er það ekki? Þetta er besti fiskistaður í Reykjavík. Já. En hvert heldur að, sko, kynjahlutfallið sé hérna? Er það 90-10 kallar? Já, 95-5. 95-5? Já. Já. Þess vegna gaf ég mig á tal við 4 stúlkur hérna á borði. Já. Núna. Já. Af hverju eru þið að koma hingað? Þú veist, það er bara alveg óvanalegt, sko. Einmitt. En hérna... En það eru alltaf velkomnar, sko. Sérstaklega eru fallegar. Einmitt. Mér langar að spyrja svona að lokum. Hérna, áttu börn? 5. 5 börn. Væntanlega einhver barnabörn. Já. Hvað segirðu rök, sko, jáaranna að það sé að verða svo erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig húsnæði nema það fái persónulegan fjárhagsstuðning frá ættingjum, foreldrum eða einhverju svoleiðis og að vaxtakerfið hérna og allt eins og það sé rík ástæða fyrir því að við leitum í samevrópskan stöðugleika, lægri vexti, minni verðbólgu, færri seðla sem fara á bálið. Sko þetta er allt saman tóm endaleysa og vitleysa. Ég er 79 ára gamall. Já. Og ég byrjaði mjög ungur. Fyrsta íbúðina sem ég kaupi er 17 ára. Já. Og það var ekkert auðvelt, sko. Nei, varstu bara 17? 17 ára. Duglegur strákur. Já, en það gerðu bara skólafélaga mínir líka og við bara vorum að smíða á kvöldin, skafa timbur og gera. Já. Sko það að þetta er erfiðara í dag er bara veitingahúsaflóran sem dregur unga fólkið í sollin, eins og ég segi. Já. Það er að segja, þegar ég er ungur og á þessum árum, þá eru bara 2 kaffihús í Reykjavík. Já. Ekkert annað. Nei. Og við... Það voru engar freistingar? Það voru ekki þessar freistingar. En varðandi vexti, sko, þegar maður var að koma undir sig íbúð, þaki yfir höfuðið, þá fékk maður hvergi lán. Síðar kom svo aftur húsnæðismálastofnun með eitthvað svona 25-30% af verði íbúðarinnar. Já. Það var langtímalán og það var á svona skikkanlegum vöxtum. Já. Allt hitt þurftur að fjármagna með því að fara í bankana, slá víxla og þeir voru til 3 mánaða. Já. Og víxlar voru sko með okurvöxtum. Þessi vextir sem í dag ekki neitt. Nei. Þetta voru okurvextir og svo var framlengingakostnaður gríðarlega mikið og þú þurftir að fara á hnén sko fyrir bankastjórann og þú þurftir að sitja á biðstofu á 3 mánaða fresti. Fæ ég framlengda víxilinn. Og það var bara spurning. Hvernig var ástandið í þjóðfélaginu stundu svo þau bara nei, þú voru að selja íbúðina. Það fiskast ekkert, það er bara kreppa, þú voru bara að selja íbúðina. Það var aldrei verið eins auðvelt og ég var svo fasteignasali svo ég segi nú frá því. Ég byrjaði 1970 og var fasteignasali í 30 ár. Þannig að ég þekki þetta mjög vel. Og ég þekki það líka að hverjar eru ástæðurnar fyrir því að þetta er svona ívið flóknara í dag að gera þetta heldur en í gamla daga og það er að megin ástæðu vegna þess að
bankarnir og ég held ég megi segja Jóhanna og Steingrímur, þau komu þessu góða kerfi sem var í fasteignaviðskiptum sem voru manna á milli. Þú seldi mér íbúð og þú lánaði mér 70%. Þú. Í dag þá verð ég að fara í Landsbankann eða einhvern banka og alls konar greiðslumöt og svona sem bara rugl og bull. Og nú ekki samband á milli mín og þín lengur. Þú fær bara þinn pening út úr bankanum og hvað gerir við hann? Þú leggur hann inn í bankann og fær smáaura í vexti. Í gamla daga þá seldur mér íbúðina og þú lánaði mér svona cirka 70% af andvirðinu og til 10-15 ára var mjög algengt. Þetta voru fastir vextir lengi vel, svo aftur kom verðtryggingin inn, sko. En sko, þú átti bara veð í íbúðinni, þú varst ekki að taka neitt séns. Ef ég ekki borgaði þér, þá tókstu íbúðina. Og það alltaf skortur á íbúðum á Íslandi. Þannig að það aldrei áhætta þó þú þurfur að taka íbúðina tilbaka, en það gerðist mjög sjaldan. En núna heldur bankastofnunar sem eru þá eins og Landsbankinn í eigu ríkissjóðs, blóðmjólkar peninga af íbúðarkaupendum með því að lána þeim helst ekki og spenna þar með allt upp verðlag á íbúðunum og áhuga fólks og allt tekur okkur vexti. Þessa vexti fékkst þú í gamla daga, beint frá mér og ég gat alltaf samið þokkalega við þig ef ég lenti í vandræðum. Og hvað gerir þú við peninginn? Þú keyptir þér aðra íbúð eða gerðir eitthvað annað. En allur þessi kostnaður sem í dag við að gefa út skuldabréf og búa til alla þessa pappíra, þetta geigvænlegu kostnaður sem lendir bara inn í bankakerfinu sem stýrt af fjármálaráðherra. En eins og þú nefnir sko, munurinn á innláns- og útlánsvöxtum náttúrulega glæpamál, sko, ætti að vera það í öllum ríkjum hér. Og sumir segja að við myndum fá samkeppni, raunverulega samkeppni frá evrópskum bankastofnunum með aðild að ESB og það getur nú gert líf okkar bærilegra og myndi aðeins vinna á því sem þú ert að nefna. Þú gefur ekkert fyrir það? Nei, ég held ekki. Þetta alltof lítill markaður. Við vitum það ekki, vegna þess að sko, það náttúrulega vill enginn koma á meðan krónan. Sjáðu, sko, banki og tryggingafélag bara samsvarandi stofnanir. Af hverju ekki fullt af erlendum tryggingafélögum? Út af íslensku krónunni. Það vill enginn koma til ríkis en furðulega gjaldmiðil. Já, býtum við, svo mikill munur. Ég hef nú ekkert verið að endilega stúdera sko, gengismálin, en mér sýnist nú öll að það sé ekkert rosalega mikið meira flögt á íslensku krónunni heldur en bara á evrunni. Og bara spurning, ekki evran þannig að fylgja íslensku krónunni? Skoðaðu það? Já, ég skoða það. Já. En þú þekkir nú hvernig það verið, við höfum mist gengið 50% bara yfir nótt og fleira. Það myndi náttúrulega engin Evrópuþjóð í ESB þola það. Já, en ok, okkur leggst alltaf eitthvað til, sko. Okkur leggst alltaf. Það bara allt einu kemur fullt af síld, fullt af makríl, ferðaiðnaður, uppbygging af ferðaiðnaðinum, nýjung í fiskvinnslu og ef það væri rannsaka alveg í kjölinn þá kemur náttúrulega ljós að við erum að selja fiskinn á mikið hærra verði heldur en nokkur annar í heiminum og það bara kemur til vegna þess að við erum með góða fiskvinnslu. Þetta eru vel rekin þessi fyrirtæki en auðvitað ég ekki kátur með að þeir borgi ekki skattana á Íslandi.
Það vandamálið okkar. Og íslenska þjóðin náttúrulega ósátt við kvótakerfið þeirri mynd sem það í þessi mælist yfirleitt milli 70-75% óánægja með þetta kerfi. En við erum svo sem ekkert að ræða það núna. En þú ert 79 ára gamall, þú ert harður neyjari. Já. Og hvað ætlar að gera ef það kemur samt já? Ætlar að fara... Já, þá bara ég þarf stutt eftir þá hugsa ég bara aumingja börnin mín. Ég held að þetta sé rétt að byrja að hefða þér. Já, vonandi. Já, en gaman að spjalla við þig og gaman að kynnast inn í atvinnusögu líka. Kærar þakkir fyrir spjallið. Já, takk fyrir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.